Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportátturinn þá með ykkur hérna þetta mánudagskvöld klukkan 10:09 mánudagurinn 7. október og hjá mér eru ennþá hérna Gissur Jónsson, framkvæmdastjóri Ungmennafélags Selfoss og Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, forvarnarfulltrúi íþrótta og hvað, Tómstundaforvarnarfulltrúi. Já, ekki ná þessu. Svo Bragi far ekki upp bakkastímur á morgun. Já, þannig að Bragi Bjarnar get ekki veittið á þessu. Herðu, en við vorum að tala þjálfararáðstefnuna sem núna næstu helgi og já, vorum búin að tækla það svona nokkuð vel. Það dagskráin hefst á föstudaginn fyrir þjálfarana hérna og hjá Ungmennafélaginu. Sveitafélaginu og svo það næstu laugardeginum opið fyrir alla. Já. Og það byrjar klukkan hvað aftur? Það byrjar klukkan 9 morgunin. Já. Já, 9 morgunin. Þannig að það nú í boði þá. En aðeins hérna, já svona mannvirkjunum hérna, það frábær aðstæða hérna fyrir íþróttir eða ekki, með að segja, með svona landsvísu. Jú, það, sko, aðstæðan hérna mjög góð og það bara samdóma álit allra þeirra sem koma hérna á Selfoss til að keppa í hvaða íþrótt sem það að mannvirkin og aðstæðan virkilega góð. Sérstaklega erum við með góða aðstöðu á íþróttavellinum okkar í kringum Tíbrá. Það sem gervigrasvöllur og góður keppnisvöllur með stúku, frjálsíþróttavöllurinn eitt sá besti á landinu og æfingasvæði. Svo erum við með 2 íþróttahús, en þetta enga síður þó að aðstæðan sé góð, að þá þetta allt sko sprungið. Já. Og við þurfum gjarnan fleiri mannvirki. En þessi uppbygging sem búin að vera hérna bara á síðustu 10 árum, hún náttúrulega fáralega mikil. Já, fyrir íþróttir. Hún náttúrulega bara alveg stórkostlega. Hún náttúrulega kemur í framhald af því að menn ná góðri samvinnu uppbygginguna. Það sem að menn settust niður í staðin fyrir að vera hver í sínu horni að berjast fyrir sinni íþróttagrein, segi nú innan gæsalappa, að þá settust menn niður og skoðuðu bara hvað þurfum við hérna, hvernig getum við náð þessu fram og þurftu þá í einhverjum tilfellum að gefa eftir og fengu aðstöðu fyrir sína íþróttagrein aðeins seinna heldur en aðrir en fengu hins vegar mjög góða aðstöðu í staðinn. Og það bara verkefni sem framöndan hjá okkur núna í Ungmennafélaginu, það að setjast niður og fara yfir það hvað þurfum við meira. Við erum búin að fá við vorum að fá yfirleitt frá fimmleikadeildinni núna daginn það sem að hefur fjölgað helming íþkendum bara á örfáum árum frá því að við fengum aðstöðuna niður í Baulu og sem að þótti góð á sínum tíma en svoleiðis löngu sprungin utan á sér og þar eru fjöldi fimmleika íþkenda á hverjum einasta degi. Já, það ekkert flóknara. Nei, það bara ekkert flóknara en það. Og svo náttúrulega, Gunnar, það Ungmennafélags Stokkseyrar og Eyrarbakki og það fullt af æfingum búið þar líka fyrir? Já, það þetta íþróttarheimingin í sveitarfélaginu mjög sterk. Það ef eitthvað húsættið voru að tekið gegna kannski húsnæði hann niður á Stokkseyri sem Já, það mikið umræða búin að vera það í mitt. Það þetta svona smá, svona bara ekki, ég ætla ekki að nota sterk orð en það þarf að skoða það, en þetta íþróttarheimingin gríðilega sterk og það góð aðstæða og mér finnst það rosa mikilvægt að hlúa því. Ég held að samt stór hluta af þessu þú veist, akkur smá springa að þetta líka mikið krökkum byrja fyrr að æfa. Ég held að fimmleikarnir draga þessi mjög unga iðkendur. Það þetta bara þvílík sprenging í ástöndu því undanfarin kannski þessi hópfimmleikum síðustu 5-6 ár. Já. Þannig að þetta svona fljótt að springa út þessu. Ég held að það sé mjög gott mjög nauðsynlegt að hlúa að þessu en það þessi akkurat þegar það er svo rosalega mikið sprenging í þessu þá skiptir rosalega mikið fólk tala saman og hafi þarfir iðkandana að leiðiljósi en ekki endilega fyrir þjálfana sem við finnst rosalega þægilegt að þjálfa milli 4 og 5 en ekki á öðrum tíma. En það náttúrulega, svo ég meina þeir eru með þennan frábæra gólfvöll og svo reiðhöllin þarna komið inn og það allt til alls núna, má segja, það hægt að velja hvaða íþrótt sem og vera við ágætis aðstæður. Svona. Já, klárlega en svo erum við með deildir eins og jútudeildina sem í Sandvíkurskóla, hún þar í ágætis húsnæði eins og reyndar erfitt með að halda mót, þurfa alltaf að halda mót í yðu og flytja þá búnað þangað, sama þarf fimmleikadeildin að gera, þarf alltaf að flytja sinn búnað allan upp í Vallaskóla til að halda mót og jólasýninguna sem náttúrulega orðin fræg allt land og fólk sækir í stórum stíl. Taekwondo á efri hæðinni í Baulu í ágætis aðstöðu þar en það sama alltaf varðandi keppni og svona.
Sunddeildin má kannski segja að sést búin að vera að bíða dálítið lengi eftir betri aðstöðu og svo sem eins og Selfyssingar allir hafa verið að bíða eftir en þá betri aðstöðu í kringum sundlaginni, búningsaðstöðun og svo framvegis. En við skulum samt ekki taka það frá sveitarfélaginu, það hefur staðið afskaplega vel að uppbyggingunni og hefur mikinn metnað fyrir því að halda því áfram. Og svo náttúrulega handboltinn, hann allur í Vallaskóla. Já, hann allur í Vallaskóla og þar kom nýtt gólf núna fyrir nokkrum misserum síðan og þeir eru handboltadeildin gæti tekið ennþá fleiri iðkendur inn ef tími væri í íþróttahúsinu fyrir það en svo náttúrulega helst þetta allt í hendur góður árangur, góð umgjörð fleiri iðkendur, meiri ánægja þetta er bara samverkandi allt saman. Já. En svo það er motocrossbraut og það er bara hjá ungmenna fyrir Selfoss til dæmis, hvað er að bjóða upp á margar greinar? Já, við erum með 8 deildir innan ungmennafélagsins. Já, 8 deildir og svo er náttúrulega fyrir utan ungmenna Selfoss þá er FSU, Stokkseyri og Eyrarbakki, Sleipnir, Árborg. Þannig að það er nóg að gera á þér Gunnar svona, en það ekki allir að pota í þig eða pota þér í Braga? Það sem, svona aðalega Braga með það en það er kannski svona eina aðstæð sem, þú veist, þannig sem kemur mína borð sem við erum að reyna að berjast við er þessi jaðarsportsmenning það er motocross er hana en það er náttúrulega sprenging í áhuga á hjólabrettum og þess áttar og aðstæðan er það er búið svona ítanni hingað og þangað hún færist til og frá það er svolítið draumur að geta komið svona framtíðarlausn á því það þarf ekki að vera ný húsnæði og það þarf ekki að vera eitthvað svona súper en það er svona bara þannig að það sé nú þannig að það geta vera stund þetta að viti geta stund þetta árið kring og vera á svona nokkuð öruggum svæðum það er ekki að sé svona olbúðbarn og settir hingað og þangað og svo þurfum við bara að nota götuna til þess að bæta sig og þetta er alveg gríðarlega aukning á 2-3 árum í ástundu og það er það sem við finnum sérstaklega fyrir sem við vinnum með krakkan í félagsmiðstöðum ungmennum sem hjólabrettin út allt en það er lítið stutt við það. Svo er náttúrulega þessar akademíur það er mikið samstarfi Fjölbrautaskólan eða ekki varðandi allar akademíur sem við búið eru? Jú, það er náttúrulega í gangi 2 akademíur á vegum ungmennafélagsins það er þá 5-leika akademían og handknattleiksakademían auk þess er FSU eða körfuknattleiksdeildin hjá FSU með akademíu fyrir körfuboltann og svo er knattspyrnuakademían sem er rekin ef ég fer rétt með á knattspyrnuakademíu Íslands og þannig að þetta eru 4 akademíur og það er náttúrulega setja mikla pressu á iðkendur sem í akademíunni og þangað inn fara krakkar sem vilja ná árangri eru tilbúin til að leggja dálítið mikið á sig og kannski aðeins meira heldur en aðrir sem er mjög jákvætt og þessi krakkar til dæmis þau koma í mat í Tíbrá í félagsheimilinu hjá okkur í ungmennafélaginu 4 daga vikunar í eldhúsinu sem að handknattleiksakademían rekur þar og það er náttúrulega bara frábært að sjá þess að krakka koma á hverjum degi og sjá kraftinn sem geislar að þeim. Já, og það er náttúrulega búist ekki við að munu bætast til fleiri akademíur hérna í framtíðinni því að Jú, það er búið að vera stefna því að koma frjálsíþróttaakademíu á líka tókst reyndar ekki vetur en vonandi tekst það næsta vetur. Já. Þannig að það er allan að stefnir allt í það að verið bætt við. Já. Var ekki einhvern tímann, þú veist, kannski er þetta fáviska meir og einhvern tímann heyrði utanum með að vera að tala Sleipnir og eitthvað að vera með svona hrossa. Já, það er hestabrautið mitt þarna og sem að vera eitthvað inn í þannig umgjörð líka. Já, og svo er þetta náttúrulega verið í skákinu þarna og allan fjára sýndist mér. Já. Þannig að það er nóg í boði allan. Já, það er alveg nóg í boði. Já. Og að því að myndist á motocrossi aðan þá eru þeir á bráðabirgðasvæði núna en eru með góðar hugmyndir og eru í samvinnu við einmitt bæjaryfirvöld það hvernig er hægt að byggja upp braut sem er þá inn á aðalskipulagi. Ég held að séu bara akkurat þar sem er búið að skipulegja þjóðveg gegnum svæðira þannig að það þarf að vinna í því að koma þaðan. Já, þannig að það er nóg framundan í þessari vinnu allana. Já, klárlega. Já, en framtíðin samt bara á svæðinu sveitarfélaginu Árborg er virkilega björt allana með alla uppbyggingur sem er búin að vera en er hægt að byggja eitthvað meira eða er þið ekki alltaf að berjast bara í þessu? Þannig að það kostar sitt? Jú, þetta kostar náttúrulega allt sitt en maður sér kannski árangurinn líka af þessu bara í þessum krökkum sem er að ná
góðum árangri þekkjum öll hérna árangurinn sem að fimmleikadeildin hefur náð á Evrópumóti og svo framvegis í landsliðsverkefnum ég meina við erum með sko núna vorum við að sækjum í verkefni sjóð HSK fyrir til dæmis landsliðsverkefni og þar erum við með svona segjum mann í fljótubræði það voru 10 landsliðsmenn í taekwondo við erum með einhverja 6 landsliðsmenn í judo við erum með 10 landsliðsmenn í handbolta við erum með ég veit ekki hvað marga 8 til 10 landsliðsmenn í knattspyrnu svo ég muni ef ég mann það bara svona í mjög fljótu bragði strákar í verkefnum úti núna að reyna að komast í atvinnumennskuna Jón Daði fór úti í fyrra haust og það má kannski segja líka ungmennafélagi Selfoss sé efnilegast á ungmennafélagi Íslands í kvenna íþróttum meina seinasta vetur voru við með efnilegustu konuna í bólisteildinni eða NE-deildinni eins og hétt þá Rafnhildur Hanna og núna í sumar voru við með efnilegustu knattspyrnukonuna, Guðmunda Brynja í Pepsi-deildinni, þannig að þetta er virkilega efnilegt hjá okkur. Og það er bara vonandi, þetta væri náttúrulega ekki hægt nema líka með stuðning fyrirtækja, ekki satt? Nei, það skiptir gríðarlega miklu máli að fá góðan stuðning fyrirtækja og það er náttúrulega helst í hendur að auðvitað þegar árangurinn er góður og menn vekja athygli þá náttúrulega vilja fyrirtækin koma líka inn í þetta. Þannig að ég hvet fyrirtæki til að styðja okkur ennþá frekar. Og allar var nefna glassbunnuhöll núna. Og ekki bara fá hérna bara útgerða kalla hingað, hvetja þá til þess að flytja í sveitafélagi? Jó, veitir ekki af. Já, nákvæmlega. En Gunnar og Gissur, er eitthvað svona í lokin áður en slepp ykkur? Og ég láta ykkur tippa á landsleikin á föstudaginn eða? Já, ég hef ekki bara tippa á að hann fari vel og Ísland vinni. Já. Segjum 2-0. Já, og þórið þú ekki að segja ykkur að tölur svona á mótunum? Segja tölur, þú segja 3-1. Já, 3-1. Fleiri mörg, skemmtilegra. Já, vera fjör. Og svo náttúrulega bara skrá sig á ráðstefnuna. Það er hérna bara í gegnum netfangið, UMFS, hjá umfs.is. Og svo náttúrulega hægt að kynna sér allt svona í umfs.is og svo það er árborg.is, þar er mitt alltaf eitthvað einhver tengingar og ýmsum upplýsingar þar. Já. Þannig að gera hvetja alla til þess að kynna sér starfsemina og það er náttúrulega aldrei of seint að byrja í íþróttum. Já, nákvæmlega. Það held ég nú ekki. En Gunnar og Gissur, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og ég hefði getað haldið ykkur hérna til 10 kvöld sennilega því að það er náttúrulega mikið sem ég vil spyrja ykkur að en það er einhvern veginn þröngt á dagskrálinni núna. Ég fæ ykkur aftur. Já, takk hérna. Takk ykkur sömuleiðis. Það er ekki langt hlustu góður, hérna eftir smástund þá ætlum við að hringja til Skotlands í 4. sterkustu konu heims. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.